Kjartan Atli, velkomin í Sibba-spjalli. Takk. Þú ert auðvitað búinn að bíða spenntur eftir þessu sumarið. Já, ég pantaði tíma í apríl. Já. Og ég er bara mjög sáttur. Já. Herðu, svo sem kveikjan að þessu, náttúrulega þessi leikjarskrá sem að ég er að vinna fyrir Grindavík. Það var svona ástæðan fyrir ég hafði samband við, en auðvitað sláum bara 2 flugur í einu höggi og það sláum í sama höfuð eins og einn góður sagði. Og tökum bara Sibba-spjall á það. Herðu, þú ert, fæddur uppalinn hvar? Ég fæddur í Reykjavík, eins og flestir. Fyrsta árin elst ég upp í Hafnarfirði, 5-6 ára flytti ég út á Álftanes og var þar alveg þangað til ég flutta heiman. Já, en í dag, hvar býr Kjartan í dag? Við erum í Kópavoginum. Kópavoginum, já. Fyrst byggum við í Garðabæ. Það var gott að vera þar og Kópavogi. Svo sjá bara hvað framtíðin byrjar skautið sér. Já, algjörlega. En byrju, þú ert náttúrulega uppalinn sem stjörnumaður, eða ekki? Ég allavega mann fyrst eftir þér sem leikmannur hjá Stjörnunni. Ég byrjaði ferilinn í Álftanesi, 9 ára. Og þá var leikfimiskennarinn í plásinu, kenndi okkur einu sinni í viku. Og meina hvaða lið, undir hvaða merkjum var það ekki? Bara ungmennafélag Bessastaðahrepps, tókum ekki þátt í Íslandsmótinu. Ok. Við keyptum æfingarleik við Þrótt Vogum einhvern tímann, minnum mig, og Kanana, vorum mikið að spila við þá á velli. Pabbi vann upp á velli og reddaði okkur leikinn við Kanana í körfubolta og aðalífótbolta samt. Svo fór ég Hauka þegar 11 ára. Það er mér fyrstu skref í Íslandsmótinu. Það var 84 árgangur Hauka og við töpuðum ekki leiki ykkur 2 ár. Það var Sævar Haraldsson, Kristinn Jónasson, Dabbi Viðars, fótboltamaður, Ásgeir Örn, handboltamaður var með einhver, Sverri Garðars, fótboltamaður og mikið svona sterka íþróttamenn. Já. Og við vorum ósigrandi. Helstu keppinautar okkar voru Njarðvíkingar og það var Óskar Örn, Káringur í dag. Hann var rosalegur point guard og gaman að spila, og Gummi Jóns og Óli Aron. Það var okkar rivalry, svo má segja. Já. Og síðan fer ég fyrir Stjörnuna þegar öll börn á Álftanesi eftir 7. bekk fór í Garðaskóla. Sem er í Garðabæ? Garðabæ. Já. Og þannig að maður bara tekið strætó á mótana og bara frábært. Það var svona vendipunktur í mínu lífi, mest að frábært að kenna Garðbæingunum. Kynntist þar bestu vinum mínum sem eru ennþá vinir mínir í dag, Einar og Birkir Guðlaugssynnir. Birkir að spila með mig meðal annars í Álftanesi. En þá bara þurfti ég að skipta yfir Stjörnuna. Það var bara mjög einfalt, ekki verið að fara strætó. Eiga í Hafnarfirði líka og þar var til bara lið sem þetta voru fyrstu Íslandsmeistarar Stjörnunar, 84 árgangurinn þar. Og þá var Grindavík okkar helsti keppinutur. Auðvitað, þar var hann Lalli, Þorleifur Ólafsson og Raggi, mannstur honum. Já. Hann átti eitt úrslitaleik, ég held að hann droppa 40 stigum í andlega okkur og runn okkur. Held að það hafi verið í 10. flokki, svo í 11. flokki það höfðu við á. Fekk Lalli 5. villinu sinni þegar 2-3 mínútur eftir og hann var aðal leikmaðurinn þá. Munaðum þá gátum við pressa. Losnaði hann út á velli. Já, og hann var alltaf svona, Lalli var eiginlega uppáhalds mótorinn minn og samherji í landsliðinu þegar vorum þar einn af mínum uppáhalds samherjum allavega. Þegar maður gerði sig ekki grein fyrir hvað hann var gáfaður körfuboltamaður, Þorleifur Ólafsson. Hann skildi leikinn á öðru level en við hinir. Það er bara þannig. Og hann gat kannski ekki talað ensku eða lagt saman mikið af stærðfræðidæmum, en körfubolta skildi hann. Já. Ég meina, er það ekki bara nokkuð einfalt eftir að hann hætti eftir 17 tímabili sem að Grindavík fór allavega í úrslitamóti KR og hefur þetta svona aðeins verið svona niðri í móti. Já, hann var frábær leikmaður. Og líka það er svo gott að hafa svona leiðtoga á bekknum. Ég myndi segja ef þú ættir að finna NBA samlíkingu við Lalla undir lokinn, þá var það Sean Livingston sem var að hætta líka núna hjá Golden State, svona gæði sem getur komið hann á bekknum, skorar öðruvísi körfur en flestir, svona mikið í midrangeinu og feita við skot á póstinum og alls konar svona dót og þetta gæti hann sett þristana líka, en og svona fluggáfaður og fluglæs á leikinn. Þannig að það var okkar helsti keppninutur þegar ég var í Stjörnunni og við svona, svo fer ég, það var mjög hipsum haps körfuboltalífið í Garðabæ. Það var
átti að leggja deildina niður og svona, ég fór aftur í Hauka. Þetta á hvað aldrei? Það ég er svona 18-19 ára eitthvað. 18-19 sem skiptir aftur yfir í Hauka. Spila þar í drengja eða unglingaflokki eða eitthvað svo fer svona á lán, þú veist, fer í Hamar hérna í hálft tímabil og svona reyna að finna bara að fóta mig í deildinni og gekk mjög illa. Ég einhvern veginn náði aldrei að fóta mig hérna þegar ég var kringum 20 og sá hérna liðsfélaga eins og Sævar sem var bara Sævar Ingi Haralds sem var alltaf valinn efnilegasti leikmaður Íslandsmótsins 2 ára í röð og einhvern veginn var eiginlega bara komin að það að karfan væri kannski ekki fyrir mig og á þessum tíma var ég að fá mjög mikið af tilboðum að spila fótbolta. Ég var liðtækur neðrdeildarspilari þar, kunni að skora mörk og fekk alltaf miklu fleiri knattspyrnu tilboð en körfuboltatilboð, þú veist, svona fara eitthvað út á land og spila fyrir einhver smærri lið og eitthvað og fá eitthvað x mikið fyrir sumarið og bla 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 og hérna einhvern veginn var bara alveg að hallast á að leggja körfuna svona alltaf frá mér því að ég var aldrei, breykaði ekki rotation almennilega. Ég var í Hamri og ég var að spila eitthvað 10-12 mínútur, 19 ára eða eitthvað svoleiðis. Síðan ákveðum við, ég, Einir og Birkir, vinirnir 3, að fara allir saman aftur í Stjörnuna sem var þá í fyrstu deild og þá upphófst svona þetta Renaissance sem að Þetta hvað segir? Renaissance, þessi endurreist Renaissance, ok. Þessi endurreist Stjörnunar, þetta var engin sem endurreist, það var bara reist Stjörnunar. Að þá kom skemmtileg liðseild, við vorum þá, þegar við komum hann til liðsins, þá var liðið næsta sæti fyrstu deildar. Og við byrjum Hver er að þjálfa þarna? Þarna Birgir Guðfinnsson er að þjálfa þegar ég kem og hann var að segja starfi sinni lausu þarna, hann hafði ekki tími í þetta, hann var mjög busy maður, var að vinna í bankakerfinu eða fjármálageiranum. Birgir Guðfinns gamli leikmaður nú Keflavík, Já, bróðir Magga Guðfinns. Já. Maggi Guðfinns er fyrsti leikmaður sem náði þrennu á Íslandsmótinu. Já. 1989. Fínt að það komið fram hérna. Þetta er ókeypis fróðleikur í síðbæðspjalli. En já, þannig að við hérna við komum hérna og þá tekur Derek Stevens, þáverandi bandaríski leikmaður liðsins, tekur bara við liðinu og við byrjum að vinna leiki og við vorum alveg að komast í úrslitakeppnina en bara þetta byrjaði of seint. Þú veist þetta run okkar. Þannig við hugsaum bara ok, tökum við gott sumar og gerum þetta og nú bara vinnum við deildina. Byrjum aftur, allt springur einhvern veginn, Derek var með okkur og náði einhvern veginn ekki að endurtaka þennan leik. Sama takti og þá kemur Bragi Magg, tekur við og þá erum við í næsta sæti deildarinnar aftur og byrjum aftur á runni og þarna slefum í úrslitakeppnina og förum svo bara alla leið og vinnum úrslitakeppnina og förum upp. Og þar með síðan þá hefur Stjarnan bara verið í úrvalsdeild. Þetta er 2006-07 já, og svo kemur 2007-08 veturinn, þá byrjum við deildina bara frábærlega og bara eiginlega klárum það að við myndum ekkert falla. Við unnum Njarðvík á útivelli og náðum ykkur, held ég, 8 stig í fyrstu 5 umferðunum eitthvað svoleiðis. Og þess að Bragi ennþá þjálfar Bragi þjálfar þarna. En myndi Jón Kári, kom hann ekki einhvern tímann? Jó, svo Bragi klárar þetta tímabil og svo kemur Jón Kári og byrjar næsta tímabil. Jón Kári var fyrr sko með liði í fyrstu deild og kom liðin upp sko aldamótin. Okay, og kemur svo aftur og eftir Bragi eina viku áður en Teitur kom. Okay. Og þannig að Bragi byrjar, þú veist, 2007-08 klárar Bragi og svo byrjar 2008-09 tímabilið og Braga er sagt upp eða hættir, man ekki alveg hvernig þetta þróast allt saman. Þetta er hrun tímabili fræga? Já, þegar það var engin takmörk á erlendum leikmönnum og svo byrjuð bara liðin að segja upp leikmönnum. Allir hentu útlendingunum nema svo Káringarnir. Já, þeir voru bara, þetta var rosa, sko, Kári er þarna með Brynjar Þór, Darra, Jón Arnór, Jakob, Helga, Jason Durusó, hann eðra, Pálmi, Skarpíðin, Baldur Ólafs, Óli Ægis. Þú ert búin að telja ykkur 3 liðin og spila. Já, þetta var Káa-liðið sko, það var alltaf geggjaðar og þarna er Njarðvík með Brenton, Nick Bradford var þarna, kom til liðsins, Helgi Jónas, Grindavík, Lalli. Ég man vel eftir þessu tímabil. Þetta var frábært tímabil, þetta er þetta skemmtilegst tímabil og við náttúrulega verðum bikarmeistarar þetta ár. Já, en myndi hann Justin Sjáseri og ykkur, var hann orðinn Íslendingur þá eða? Já, ég held að ég voru með Justin, máttu vera með já, Justin var Ísland. Var ekki bara einn kanni liður? Jó, við vorum með, Justin var kanni og svo vorum við Jóhann. Það var ekki annar. Já. Þetta var liðið, Justin var kanni. Já, og þið taki Káir í frægan úrslitaleiki í byggjum. Já, og þarna, þú veist,
þá bara Stjarnan komin á kortið, skilur við, þetta tók þessi 2-3 ár þarna í meistaraflokki og það sem gerist þarna í fyrstu deildinni þegar við förum upp, að það voru 2 sterkir árgangar, það var 81 og 84. 81 voru þarna Sigurjón og Guðjón Lárussyni sem voru mjög öflugir og Eiríkur Þór Sigurðsson og fleiri góðir leikmenn sem að Heilmar Geirs sem að spilaði með liðin líka í úrvalsdeild og hann liðsstjórinn sem fekk tæknivillu hjá Breiðablik núna fyrir að labba að dómurunum átti Haukum. Það Heilmar Geirsson. Það svona frábær leikmaður. Og við vorum með þessi 2 árgangar komu saman í meistaraflokki og þegar það gerist þá fór liðið, þannig að það voru bara heimastrákar sem komu liðinu upp og Hjörleifur Sumarleifsson var líka þessum 81 og hann var í liðinu þegar við erum bikarmeistarar, spilaði fullt af mínútum þannig að það var svo gaman þessi fyrsti bikarmeistaratitil, þá voru kannski 4 gaurir rotationinu sem bara uppaldir í Stjörnunni sem var mjög lítill klúbbur þá en þarna kemst Stjarnan á kortið og svo bara rest is history, skilur við, það bara búið að byggja upp síðan þá. Og þú spilaði með Stjörnunni þangað til hvenær? Ég hætti 29 ára eitthvað, ég var drepast í hásinunum og var alltaf að spila minna og gat beitt mig minna og alltaf verra að vera á formi og svo var ég komin í vinnu í Fréttablaðinu og ég ákvað þetta fyrir leikum út í KR. Þetta hefur verið 2000 og hvað... Ég man að Grindavík vann, þú varst í Stjörnunni 2013. Já, þetta tímabil eftir það. Episk sería, tókstu tímabil eftir það og kláraði það? Nei, ég hætti þá jólin held ég. Já, þá hætti ég. Já. Það var við vorum að spila móti KR í Frostaskjóli. Ég að landa einhverju forsíðufrétt á Fréttablaðinu og þurfti að bíða eftir einhverju símtali og var á seinni í leikinn og ég hugsaði bara það fara að skarast aðeins já, og hugsaði, ok það kannski aðeins meiri framtíð fyrir mig ég ekki betur en þetta að vera í einbetið mig bara að fjölmiðlunum og var, bara hellaður í hásinunum það var eitthvað mikið, það var bara ég var alltaf að spila fótbolta á sumrin ég gaf þessu aldrei neina pásu og svo bara eftir hvíldina þá var ég bara góður en svo var ég bara búinn að leika mér í annarri og þriðju deild og ég hef búinn að fara fórum upp með Álftanesi upp úr annarri deild afþökkuðum sætið okkar það bara ári eftir ég hætti svo fyrir KF fórum upp úr annarri afþökkuðum sætið okkar svo fórum við Álftanesi í þriðju deildina fórum upp í aðra fórum upp í fyrstu núna nú erum við í fyrstu og sem já takk við sætinu þannig að þetta búið að vera gaman að vera í svona neðri líka og þá kynnist maður bara svona nýri hlið á körfuboltanum sem maður þekkti ekki áður skilur og mér finnst alltaf svo gaman að sjá fólk sem ég vissi ekki var til í körfubolta því að maður er búin að vera í körfubolta þessi ár maður þekkir einhvern veginn alla og svo sér maður bara ég hef aldrei séð hennar gæði eftir hann er góður það er eiginlega uppáhaldið mitt og líka þegar maður sér krakka sem að núna vorum við að spila móti Selfoss í æfingarleik í Álftanesi og það var einhver ungur strákur fæddur 2001 sem ég aldrei sé áður sem var drullu góður bara skemmtilega sem ég geri bara sjá nýja leikmenn sem ég vissi ekki að vera til og vera góður í körfu En þú sem leikmaður þú náttúrulega náður að koma þig fram spilaðir eitthvað unglingalandsleiki og svoleiðis en hversu svona góður varstu? Bestu tímabili mín voru fyrstu 2 í úrvalsdeild þá var ég svona í kringum 10 stig leik sem var nú bara frekar mikið fyrir Íslending það var aðeins öðruvísi bolti ég var bara catch and shoot og þá var ég ákveðt formi að spila vörn og ég kunni mitt hlutverk nokkuð vel ég mátti ekki opið skot og þannig að ég tegði ákveðlega vörninni og ég var og reif kjaft sumir þjálfarar sem mundi ekkert eftir ég maður eftir við Siggi Ingimundar það var nú bara hann var bara diss og gott diss, hann vann það bíl en þegar við vorum aldrei búið í körfubolta nú ég að hefna mín ég var að koma þess ég kann mjög vel Sigga og þetta var einmitt fyndin rimma því að fyrir 8 leikinn þá reykust okkur þannig í göngunum og hlægjum bara þessi það var gott grín og en það var helviti gaman að vera partur af þeim stormi en já ég var bara ég startaði marga leiki og var marga leiki á bekknum og mér varst pínt að prófa allt og ég sagði alltaf að ég var að gera tilraunir á sjálfum mér sem leikmanni fyrir þjálfaraferil minn ég var að sjá ég sá leikinn frá því að vera lykilmaður frá því að vera sjöttimaður frá því að vera á bekknum frá því að vera gamall, ungur ég sá þetta
allt saman sem að mér, þannig að ég get sett mér í spór leikmannum sem ég þjálfa, sem að mér varst þá svona, þú veist, ég hef alltaf stemt að þjálfun þannig að en jú, ég var alveg fín leikmaður, skilur, sérstaklega yngri árum, þá var ég var, þú veist, þegar maður var þú veist, í 9. og 10. og 11. lokki, þá var ég var setta stór, 1.91 þegar ég var krakki, hætti að stekka ungur og var svona man-child, ég var svona bráðþroska og spilaði fjarkan og þannig að ég var alltaf, svo þegar ég gat það ekki, þá var ég bara að vera ástfyrstur. Já, menn ef þú ert valinn í landslið, lítur eitthvað að geta. Já, frábær leikmaður. En veitu hvað með þess að þinn leikmannaferil, myndur þú segja að honum sé lokið eitthvað? Þú fórst náttúrulega upp í fyrra sig. Já, ég geti nú ekki verið, ég og Garðar Örn, sem er nú búinn að vera pródusent körfuboltakvölds í áraraðir, hann benti mér á að leikinni væri á föstudögum mikið í fyrstu deildinni. Þá var ég bara svona, ég var ekki eins og bara pæli í því, sko. Þá var þetta búið. Álftanes verður heldur líka með þriðjaldalið. Það er svo margir svona kringu liðið. Já. Þannig að getur kannski aðeins svona bumpast og það ekki meina en að bumpa. Nei, betra standi en maður að spila. En já, þannig að ég bara leik mér eitthvað að því eða eitthvað, skilur. Þú veist, og kannski ekki tekið einn leik í fyrstu deildinni bara svona til að vera búinn að tjekka það af. Þú veist, ég er búinn að spila 2 leiki í undirbúningstímabilinu með Álftanesi. Og hvernig gengur þeir? Bara við unnum að báða og ég skoraði báða. En þú skilur, hvað varst að setja mörg stig á? Ég var með 1 þrist á móti Selfossi á svona 15 mínútum og svo var ég með 8 stig á móti Vestra á svona 10 mínútum. Ég hef örpilgjóp, sko. Alltaf á 900 voltum og ítt á start og ef að máldiðin hittnar þá er þetta borðana, ef ekki þá er þetta bara á þessu hendi ruslið. En ástæðan svo sem fyrir að fá því í þetta spjall, taka þetta viðtal við, var nú svo sem ekki þú sem leikmaður að þetta. Eins merkilegt og það er. Eins merkilegt og það er. En heldur bara, þín svona aðkomi inn í sjónvarpið og hvernig byrjar það ævintýri alltaf? Ég náttúrulega byrjaði á Fréttablaðinu og Vísi og það er svona, og ég var byrjaði ungur að fara í fjölmiðla, að vinna í fjölmiðlum. Amma og afi voru góðsagnir í blaðamennsku. Afi var fyrsti íþróttafréttamaðurinn á Íslandi. Stofnaði samtök íþróttafréttamanna og var ólympíufari og var Atli Steinarsson, blessuð sé minning hans. Og afi var það þessi góðsögn og amma var örugglega þekktari í blaðamanna heiminu því hún var fyrsti neytendablaðamaðurinn og var svona einbeitti sér á neytendablaðamennsku og frumkvöld á því sviði. Og þú svona smitast alltaf? Ég smitast mikið af þeim. Ég man að ég heimsótti þau byggu út í Flórida, heimsótti þau mikið og eitt sumari þegar ég er 10 og verði 11 ára úti í hann, þá sagði amma við mig að ég spyr svo mikið af spurningum, var alltaf að spyrja þau. Hún sagði þú verður örugglega blaðamaður og þá vissi ég bara ég verður örugglega blaðamaður. Þannig að 18 ára var ég byrjað að vinna á DFF. Og hvernig fréttir? Bara alls konar, ég var aldrei í íþróttafréttum. Ég fannst það svona, ég vildi halda þessu aðskildu. Þú veist, ég vildi ekki að unna mín yrði áhugamálum mitt og öfugt þá, sko. Mér fannst einhvern veginn, ég veit ekki, var mér einhver ástæða fyrir því. Svo fer ég að kenna og svo var ég búinn að kenna þarna einhvern tíma, þá hringir Mikael Torfarsson, þá var ég eitthvað búinn að pikka hann á Facebook og segja að ég væri til að fara aftur í blaðamennsku. Hann var ritstjóri minn á DFF og var þá á Fréttablaðinu, það er 24-25 ára, skilur, búinn með háskóla og eitthvað. Spyr, ætli ekki bara að kíkja á mig? Og ég man, ég var það var frímínútur í gangi, ég var að kenna og ég sagði bara, djöfull var ég til að fara, þú veist, úr kennslu. Ég var bara búinn að gera mitt í kennslunni, var ekki menntaður kennari eða neitt og var bara búinn að vera umsjónarkennari í einhver 4 ár eða eitthvað og ég sagði bara, ég var alveg til að prófa nýtt og mætti bara daginn eftir og svo bara allt klappað og klárt og ég var blaðamaður á Fréttablaðinu. Þá Vísir svona að koma og reiða sér til rúms, þá var svona, þú veist, Vísir á netinu sem Vísir.is. Já, það var alltaf til, en var svona verða stærri og stærri. Blöðin að deyja þarna, fréttamiðlarnir eru stórir. Yfirmaður Vísis, Kristján Hjálmarsson, segir, hörðu, ég vil fá þig yfir til mín. Og ég hafði eiginlega ekkert val það. Þú veist, ég bara mætti. Og þar, þú veist, Vísir er rosa skóli fyrir alla blaðamennsku og svona fjölmiðlamennsku, því að þá varstu komin í beinar útsendingar og þú veist, þá varstu farin að gera sjónvarpsfréttir líka og alls konar svona. Svo það bara í mötuneytinu, þá eru Tómas Þór sem núna á Símanum og Garðar Örn búin að fá þessu hugmynd að gera
umfjöllunarþáttum körfubolta og fannst þeir vildu engan nema mig, sögðu þeir, og mér fannst þetta frábært tækifæri. Þeir sem tveir eiga hugmyndina að þessu þætti? Já, þeir eru svona pródúseraðurnir. Tommi var mikilvægur þáttur í því. Já, ok. Og á meðal annars nafnið, körfuboltakvöld. Og ég og þetta Dominos var þarna náttúrulega styrktaraðili á deildinni og það lá beinu stíð að tala við þá. Ég á nafnið á seinni bylgjunni sem Tommi var með. Þannig við skiptum sem milli okkar, en Tómas svona, það kannski vitaði ekki allir hvað hann svona sérstaklega svona þessi frumskref og hann kom með frábærar ábendingar og var partur af sjóinu svo í uppgjörsþáttum og svona. Hvað er þessi þáttum búin að vera lengi eftir? Hvað er þetta, 5. sísón okkar? Byrjaði þetta getur verið þetta byrjaði eftir EM þegar kalla landsliðið fór fyrst á EM? Nei, þetta var Eurobasket segi. Já, Eurobasket, já, þetta byrjaði það, já. Þegar Eurobasket kláraðist og svo byrjar, það er hvað, 15, fyrst er það ekki? Jú. 15 og svo 17 aftur er það ekki? Þannig að þetta 5 ára afmæli er á leiðinni. Þannig að þetta er, eins og sé, 5. sísónu okkar og ég hugsa að enginn hafi verið eins oft í beinni útsendingu út af að við erum alltaf úrslitakeppnin, þá erum við bara eins oft og við fáum leyfi til eða bara, þú veist, við erum alltaf annað seinni í deginum og þetta er bara búið að vera algjört ævintýri og þeir sem biðum að segja að þú koma í þáttinn og ég heldur betur var til. Þú þurftir ekki að hugsa þeim í einu sekúndu? Sást í gjörsamlega á heimavelli hana? Já, þú veist, ég vissi að það var eitthvað svona pælingar þetta og ég held svona þeir myndu kannski fá bara einhvern íþróttafréttamann og ég þú veist, sérfræðingur. Já. En þarna bara, þú veist, maður þetta bara hoppa í djúpu launa og fá, því að sko það er ekki, þú veist, sjónvarpsmennska er svona eins og flugtímar, þú veist, þú getur farið í simulator og verið eitthvað þykjast, en þú getur ekki leikið eftir pressuna, þetta er líka eins og að taka víti, þú veist, þú getur alveg staðið og tekið víti, en þú æfir aldrei að taka víti. Ein sekúnd eftir og verður það er erfitt að æfa það. Já, og það sem að og það er svo, og líka þegar þú ert að gera svona sjónvarpsþætti í beinni útsendingu, þá ertu eins og að vera kokkur í mötuneyti. Þú veist, kokkar í mötuneyti þurfa alltaf að passa, ok, ef ég hef matinn nóg sterkan, þá styggi ég svona marga. Ef ég hef hann ekki nóg, þú veist, og þess vegna er matinn svona flat, þú veist, þannig að maður þurfti alveg að vera fyrst bara, ok, ég ætla að reyna að sigla þessu bara svona nokkuð vel, en við höfðum alltaf, þú veist, við settum okkur bara markmið í byrjun. Það var að reyna, sko, það var náttúrulega fyrst og fremst bara fjallum þetta á heilundum. Og við vildum ekki fela hvar við, þú veist, ég vil ekki að vita allar Teitur er Njarðvíkingur, það vita allar að Fannar spila fyrir Kára og Keflavík, það vita allar að Kitti var í Tindastól og var í Keflavík, vita allar að ég var í Stjörnunni. Auðvitað erum við ekkert hlutræði þannig, skilur við eitthvað á einn eða annan hátt, en við getum ekki falið það, skilur við, þannig að við hefum bara nálgast svolítið þannig, þú veist, og fyrir mig, ég hef alltaf sagt eins og bara mitt samband í Stjörnuna er, ég styð félagið en ég held ekkert endilega með liðinu, skilur hvað er að fara, liðið sem er á gólfinu er einhvern veginn endurspeglun á einhverju öðru, eða skilur ekki, mér er ekkert illa við það neitt þannig, en ég er svona, maður getur einhvern veginn alltaf aðeins slítið sér frá, þó þú veist maður auðvitað er ég alveg glaður að Stjarnan Íslandsmeistari því ég var partur af sögunni, en þú veist, ég er svona, og ég held að það sé mikilvægt að ég gera það en strákar, ég er að reyna að halda svona objektiv og þú veist, við erum bara mannleg, skilur þannig að maður svona reyna að halda einhverju hlutleysi og reyna að fjalla öll liðin, þú veist, á einhvern þú veist, svona eins sanngjarnan hátt og hægt er hlutleysan hátt á hlutleysan hátt og hlutleysi er kannski ekki einu sinni til. En það var svona sem við lögum upp með og svo að stækka áhorfendahóp og körfubolta, það var eiginlega stærsta. Þú veist, við vissum alveg að það eru hardcore körfuboltafólk, svo ég og þú, sem myndum horfa á þáttinn og myndum horfa á leikina og hafa áhuga, þú veist, á íþróttinni, en að reyna að ná út fyrir þann hóp að challengeið. Og það hefur... Ég held að það hafi gengið vel. Er ekki til neina tölur það neitt yfir? Nei, þú veist, ef það eru til þá pæli ég ekki í þeim, ég pæli bara í að gera þátt sem ég er stoltur af og ég, þú veist, og þetta er eins þegar ég er með brennsluna eða Flóridafangan eða hvað sem ég geri, að, þú veist, ef þetta, þú veist, ég veit að maður heyrir svona í kringum sig svona ánægju frá þeim sem eru hérna, þá er ég bara sáttur. Og þú veist, ég veit að, þú veist, ef maður er beðinn að gera þetta aftur, að þá hlýtur þetta að vera, þú veist, og það er rosa erfitt að mæla allir áhorf
á sportstöðunum því það svo erfitt að fá rétt úrtak skilur af áskrifundum því að Gallup að mæla þetta og kannski bara taka slembu úrtak á þjóðinni og það bara x margir með áskriftastöðu sport skilur, þannig að ég veit ekki alveg hvað tölur maður þetta að rýna í en maður heyrir bara jákvæðni og það svo sem slagsíð á öllu sem maður heyrir stundum er fólk ógeðslega ósátt við okkur, stundum er fólk ógeðslega glatt út í okkur, það bara þannig og maður tekur því bara erfitt að hafa alltaf alla já, og það líka ekkert markmið út af fyrir sig skilur. Þannig að þetta búið að vera rosa skemmtileg rússíbanareið og hefur svona það sem mér finnst náttúrulega skemmtilegast að það kannski eitthvað að gerast heima á 50-kvöldum og maður getur alltaf sagt herðu ég þarf að fara í vinnuna, ég verður að fara að horfa á körfubolta og þannig að ég sé alla leiki horfi misvel á ef að það sem alltaf gott í körfun maður bara tölur fram með sig með livescore í gangi svo erum við með 4 skjái þegar 4 leikir maður getur að horfa á alla og ef eitthvað sem að gerast við getum bara, við nótum þetta hjá okkur við þurfum að skoða þetta aftur þannig að maður svona þið eru náttúrulega þannig græjar, það vita það náttúrulega ekki allir þeir eru náttúrulega allir basically sýndir í beinni þannig sem þótt að fara ekki út til allar landsmann við fáum þið eru þannig græjar og bara ljóslegar inn svo annað að koma út til fólks þannig að ég kann ekki alveg þá tækni en allan ég get kveikt á sjónvarpinu og hringt í einhver símtöl á okkar sem heitir Tæknigolf og Tæknigolfið getur sýnt mér þetta og þannig að við horfum á þetta og svo bara Býtu þér bara heima Nei, við erum hérna bara uppi og við leggjum mikla áherslu á að það er mikilvægt að við séum alltaf leið og við hættum að sinna þessu á 5 þegar ég segi við Garðar þeir hættum að þetta á 50 dögum þá máttu banka hausinn á mér og þá má fara að fá einhvern nýjan bara því að þá passjónið farið og meðan að þannig að þetta það mikil þú ert að horfa við erum frá 6 á 50 degi fram að miðnætti á 50 degi og svo eru strákarnir að klippa alla nóttina ég þarf að klára að klippa og finna atvik og það þarf að handsetja inn stöðun alltaf í highlightunum skilur við þannig að þeir eru bara með þeir eru að fara í statið finna ok, byrju, Tomsik að skora ok, já, hann skoraði í 4. já, þetta er þessi karfa hér, ok, 52-54 það þarf að gera það einasta leik og þannig að þetta er svona þetta er það sem að það liggur mjög mikil vinna að baki og svo náttúrulega þegar eru kvennaðum fyrir þá er þetta miðvikudaginn líka skilur þannig að þetta er skemmtilegt og það er gaman að horfa á körfubolta og gaman að pæla í þessu og það er gaman að þetta er bara að vinna og það er gaman að vinna og vera hluti af þessu og strákarnir eru náttúrulega mikið hróskilið sérfræðingarnir, þeir eru náttúrulega búin að koma allir með sitt krydd inn í þetta hvernig langar að þú dálítið forvitin, hvernig þú ert búin að vera með sömu frá upphafi svo hefur aðeins svona bæst inn í hvernig þeir og hver valdi þá á þessum tíma og þið 3 eða já, við Garðar og Tommi alltaf var svona með við þekktum körfubolta senuna betur og við ræddum við Tate bara fyrir fyrsta sísoni og hann var að pæla og svo ákvæðan að vera þarna þjálfan í Árvík, hann var off og við vorum líka maður var búin að sjá Kitty þetta var svona eins og það kom einhvern veginn bara allt svona together Tate var þarna svo að Kitty búin að skrifa í mokkan og við pikkuðum í hann Kitty er náttúrulega mikill snillíkur já, og ógeðslega skemmtilegur þannig að við töluðum við hann svo vorum við og Fannar eitthvað aðeins búin að vera á RÚV í einhvern svona einum byggarleika eða eitthvað og okkur fannst hann svona helviti skemmtilegur þannig að við ræddum við Fannar ég náttúrulega spilaði mótunum og þekkti Kitty ég hélt alltaf pabbi Keflavíkur og þannig að ég hélt alltaf með Keflavík þegar ég var yngri og það var svona mitt lið og ég því að Kitty var alltaf með góm mannstu því og ég átti ekki góm þannig að ég mætti að körfubolta eitthvað með appelsínubörk við tennuna til að vera svo Kitty fyrir svo þannig að þú varst að vinna með þínu legendi já, og allir maður búin að horfa yfir þessu gæja og spila móti Fannari og svona og svo þekktu við Garðar báðir Jonna ég kynnist Jonna í gegnum Pálinu hann var að þjálfa Pálinu og Garðar alltaf þekkja hann á Keflavík og við vorum báðir því að hann væri það voru allir fyrst bara svona upp á deild bara hver er þessi gæja það var allt svona accomplished gaurar sko og já, svona spilar, hann hafði náttúrulega verið að þjálfa Keflavík en hann var ekki svona accomplished spilari sko og ekki þekktur þannig
en við vissum bara Jonni og bara langt í frá player já, frábær markmaður nærðilega nei, hann var ekki frábær, svona ekki gefa hann það 1.70 og ekki neitt en Jonni, við vissum bara Jonni er eitt skemmtilegasti maður sem ég kynst og hann liggur ekki skoðunum sínum, segir nákvæmlega sem hann finnst og við vissum að þetta við vissum þetta og þú veist og við Garðar vorum svona með pælingar þarna, þetta á þeim tíma það mjög lítið kvennasport í sjónvarpinu og vorum svona með einhverja vissum að það eitt leikur live og vorum svona búin að sjá ok, herðu, þú veist, það var ekkert hann svona tengi kannski við kvennaboltan sem hann kemur inn í þetta, já, snuðt á þeim tíma já. Og svo sjáum við Hemma einhverju viðtali og eitthvað fyrir Eurobasketið mitt þá erum við bara svona, herðu, þessi gæði þarf að koma í þáttinn, þú veist, hann er velmálið farinn þekki körfuboltann vel drullu myndalegur og vel klæddur og bara svona, hann er líka með allt annað svona, þú veist, þeir eru allir mjög ólíkir og ég horfði alltaf á að ég var í point guardinn og svo ertu bara með stöður bara 4 leikmenn og ég þarf að mata þá skilur, ég ekkert mata, ég þarf bara að leggja hlutina og spurninga þannig upp að þeir geti, þú veist, að við getum tappað inn í það sem þeir skilja og þeir, eða þú veist, þess að þeir vilja tala fá að njóta sér aldrei og svo bara, þú veist, þetta byrjar náttúrulega þannig að við erum eiginlega bara með 2 mismunandi þætti, það er þátturinn með látunum, það ég fann að Jónni voru og svo rólið þátturinn með Kidd og Hemma og sem var bara mjög gaman fyrst og svo bara og væntanlega þannig að sumir fíluðu meira en hina minna og það, en allir fengu þannig sér eitthvað fyrir sinn snúð og svo bara verður þannig að við menn fara svona árið 2 ábókast og svona þá bara fer þetta aðeins að riðlast og það gerist líka aðeins fyrsta árið en svona minna, það voru mjög fast í skorðum og þannig svona breytast samsetningarnar og það var alltaf mjög gaman og svo kemur Teitur inn í þetta í byrju byrjun, var þetta alltaf bara sömu Teitur? Já, allavega fyrstu 10 þættina, 20 þættina eitthvað var annarkvæmst Fannar og Jónni og þeir svona einhvern veginn svona urðu pör sem var mjög gott en svo þegar þeir fóru og þannig vöndust þeir sjónvarpi og svo, þú veist, það er rosalega, þú veist, það er eitthvað við það bara þegar, þú veist, þegar maður er á Snapchat og maður er eitthvað sjálfur ítir á, þú veist, eða maður er á Instagram eða eitthvað og er að tala, þú veist, og þá getur, nei, til, taka þetta aftur, eitthvað svona, þannig er þetta bara, það er bara, nú er kveikt á, það eru sterk ljós á þér, það er þúsundir að horfa á þig, segja eitthvað gott, þú veist, það er alveg kunst. Og þeir venjast þessu og ég sjálfur venst þessu og svona þannig að við erum hérna bara djöflast á það gaman og strax í byrjun fara gæjar úr og hérna svona íþjóðafréttamenn og fjölmiðlamenn að senda bara hei, það er eitthvað annað í gangi þarna, þú veist, þetta er eitthvað aðeins öðru sem við hefum séð áður og þeir eru svona að hafa samband og þú veist svona, þeir haldið aðeins áfram þarna og þeir eru að tappa inn í eitthvað, þú veist, við lögðum ekkert að stað með þetta varð eiginlega svona eins og ein kona sagði við mig, hún sagði ég hef engan áhuga á bílum en ég horf á Top Gear og ég hef engan áhuga á körfubolta en ég horf á eitthvað. Þetta var svona, þurftir ekkert endilega að pæla í leikjónum til þess að hafa bara gaman bara Fannar að grínast eða Jónni eitthvað hneykslast eða eitthvað og þannig að það gerist eitthvað svona, eitthvað chemistry og við föttum þá bara, ok, við erum greinilega að það er eitthvað að gerast og það er einhver galdur og við þurfum bara að halda áfram og bara og alltaf allt byggt á vinnuseminni, skilur við, þetta alltaf byggt á því að við erum að alltaf á 50, alla nóttina, föstum, það er svona grundvöldurinn. Svo kemur Teitur inn í þetta og hann bætir sínu við. Er hann svo eini sem hefur komið inn í? Nei, og svo Finnur. Já, Finnur auðvitað fyrra, en þú missir hann alltaf, Finnur farin út að þjálfa. Finnur farin út og svo höfum við, þú veist, í úrslitakeppninni þá höfum við svona verið að fá leikmenn sem dotti út og svo Logi hefur komið inn. Við höfum fengið Viðar Örn með okkur, Finn Jóns, við höfum svona verið að færa út kvíarnar og við ætlum að gera það eins meira í vetur og svona eitthvað sem þú getur gefið upp? Nei, það er ekki búið að semja við neitt, ég þórið ekki en það er bæði þú veist og það er alveg, þannig að við erum svona pæla í bara núna því að við sáum að því fyrra strákarnir sem eru búin að vera þetta lengi er orðnir það góðir í sjónvarpi að þeir ráða við að vera 3 sem er alltaf svolítið kunst líka og þannig að það er nefnilega kunst að sitja á dreng sínum í sjónvarpi, skilur þú ert með einhverja skoðun og að bara ok, herðu, það er ekki tími fyrir mig til að koma inn að
Það hefur ekki alltaf verið farið eftir eftir þessar Þannig ég hef alveg sagt við menn bara Þetta er svo fuglabökstíð því að stundum ég með, við erum búin að teikna upp og þetta er þannig, við tökum bara hvern leik fyrir sig, við horfum á hann og við horfum alla leikina og svo tökum við statið, við förum inn í fundarherbyggi og við förum yfir bara statið og maður er kannski, í message dialog við eitthvað lið sem var á leiknum, eitthvað sem gerðist sem við getum að mista af eitthvað svoleiðis og teiknum upp bara hvað við viljum sjá og það sem við vilja sjá er ef að ungir íslenskir leikmenn spila vel og viljum við taka þá fyrir ef það er eitthvað tilþrif, það er eitthvað svona saga leiksins þannig að við viljum ekki vera að taka of mikið í hverju leik en þannig að við svona reynum að taka það saman og það sem er bara items í þættinum og stundum hef ég kannski sagt í strákan við þurfum svolítið að gefa í, það eru 120 items í þættinum og þá erum við með item, eða þá erum við með mynd, skilurðu, highlights, viðtöl og svo taka menn út í kannski 80 mínútur af efni, skilurðu og þátturinn voru 90 mínútur þannig að basically, maður hugsa bara þetta verður óvinnandi við og stundum þurfum við bara í beinni útsendingu þá er einhver að tala og ég kannski er að horfa í hina kameruna og er að tala við Garðar og hann er að koma þá skilur hann bara eða hann kemur hugmyndina, við verðum að henda einhver út og svo segir hann, ég var að henda þessi út og ég er hérna og þeir eru bara að gjamma með hann, skilur við ég henda þessi út og ég er bara ok og þá er ég bara að strika út og maður reyna að láta það ganga, þetta er allt í beinni og pumpan væntanlega oft vel á fullu þau hún var það sérstaklega fyrst nú er þetta bara eins og að vera heima á sér en ég hef kannski sagt það eru 120 item við megum ekki fara off script skilur við verðum að halda og svo kannski að kynna það inn og við bara ok, við erum strax komin út úr handriti og þetta er líka galdurinn við þetta sé gaman þetta er alltaf svona spontant bara menn þurfa bara að fá að vera og stundum gengur það upp og stundum ekki í beinni útsendingu það er bara þannig, stundum segir maður brandar sem að hiti mark bara í matabóði af vinninum og stundum ekki og svo stundum koma einhverju púntar og þeir bara einfallega bílist og hlátt ég gleym ekki með Otto með bensínbrúsa það er bara og byrja var það ekki þannig fyrir ég held að þeir að finna þetta og setja þetta með en þá voru Garðar og hverju voru fyrir Stefán Snær og voru þeir bara í krampa bara og ég er búinn og það er dálítið erfitt að halda feysi fyrir ég er búinn að taka út minn hlátur svo höldum við áfram og þeir eru grenjandi og það er bara inn í eyrunum þetta er inn í litla heila skiljum við og í beinni hlátur og eitthvað að reyna hann skoraði 2 og hann skoraði 15 stig og svo bara farin aftur þetta var ógeðslega gaman og ég náttúrulega þjálfaði Eir og sem að Eir Októksson og þekki Októ pappan Okt? og talaði við þá feðga og eftir þetta og þeir höfðu mikið húmor fyrir mig líka ekkert halvt fílingsstæði nei, þetta eru toppmenn og Eir verður að spila með Fjölni veitur, það er gaman það er alltaf bara að fá hann aftur í guld og klára ferilinn þar bara þannig að það er Fjölni en hvað okkur er hann ekki bara með Álftanes hann er Garbaengur hann var í Stjörnunni já, sáu ég held að þú verður að tala um Eir Birgis hann verður væntanlega sendininn bara hjá Álftanes ég veitur það ekki já, Eir Birgisson er grafíker í þáttunum fyrir það sem ekki vita og hann er grindvíkur, Big Baby hann ætlar að einbeita sér að körfuboltakvöldi, hann er að fara að klippa meira og fá stærra hlutverk þannig að Álftanes er að missa bara helvíti margar skrautfærir þannig er það ekki bara bóinuvegi niður aftur niður en þannig getur eitthvað gefið upp verða einhverja breytingar á þættunum nei, ekkert eitthvað breyting Garðar er ekki lengur pródusent það er stærsta breytingin hann er komið bara svona með yfirumsjón yfir bara Stöðu Sport en er náttúrulega ennþá partur af teiminu og svona og þetta er ennþá hans barn og mun skóla þann sem tekur við hann er búinn að vera með okkur þann tíma það er Stefán Snær klippari og í fyrra Garðar í fyrra hitti í fyrra þá var hann í verkefni við komum að beina hann fyrir Ísland misti af einhvernum þáttum og þá var bara Steppi pródusent og þú veist fólki tók ekki eftir því fólki tekur ekki eftir því þetta er þannig að bara þú veist það er alltaf og svo því að það er svona einhvern veginn Garðar fór og þá kom bara Steppi stiga þetta eitt sko upp og það er alltaf bara maður kemur mann staðin þannig að þetta finnir maður Garðar er bara besti pródusent sem ég hef unnið með og Steppi er besti
Stebbi, ég meina þú talaði við gömlu kallana sem búin að vinna í íþróttardeildinni og Stebbi þeir segja bara Stebbi besti sportklippari sem við höfum séð. Topp 3, bara á ferlunum hjá svona gæjum, sko. Og hann líka frábær pródúsent og það sem maður leitar í fari pródúsenta að þeir séu, þú veist, með rólegan gæi þær. Þú veist, þannig að hann stressast ekkert, sko. Og líka skilji leikinn og Stebbi búinn að horfa á meiri körfubolta en flestir Íslendingar undan hann 5 ár, hann klippir í alla leikina og svona megniðum og þannig að hann bara tilbúinn í þetta. Það svona stærsta breytingin. Svo kom einhverjir nýir sérfræðingar. Svo Jonni dettur eitthvað aðeins Já, Jonni verður minna með og svo hefur bara að sjá hvað menn komast og þetta svona, þú veist, maður skilur alveg á 5. ári þegar þeir eru ekki á háum launum, þessi gæðir, þeir eru að gera þetta ástríðunni og þetta mikil ástríða hjá þeim. Maður skilur alveg að þegar menn fara að komast minna á 5. ári og búin að fórna miklu fyrir þetta og þá bara, þú veist, sækja ykkur nýja. Það var Finnur kom með helviti skemmtilegt krydd inn í þáttinn, svona taktískt krydd og þá fannst okkur líka, þú veist, við erum búin að kynna íþróttina það vel fyrir það stórum hluta að við gátum fara að tala meira taktík. Fótbolti er búin að það lengi í sjónvarpi á Íslandi að það er hægt að tala helling taktík fótbolta en það er bara skilningur þar á bakvið. Og Karvan var alveg þar hjá stórum hluta en það er ennþá stærri hluti núna sem við vill bara fá meiri taktík og Finnur kom og sinnti því vel og að með svona nýja sína leikinn og við svona erum að pæla svona hvernig við replaceum það en það eru þarna einhverjir. Við erum búin að hringja í menn og það er bara eins og segja, bara eftir að skrifa niður nöfn og það kannski þetta að segja að það er óábyrgt að segja eitthvað ósnemma frá því. Kemur bara ljós, fínt að halda smá spennu. En ég held að það sé bara mjög einfalt, ég held að öll þjóðin nánar þegar svona alltaf því hefur haft gríðarlega gaman af þessu þáttum. Og ég held að líka allar stjórnir klúbbana, ég held að þið sé búin að auðvelda okkur jobbið alls svakalega með því að sækja styrki. Það er mjög gott að heyra. Það er mjög einfalt, það er bara hægt að benda á þessu þætti og geta að fá mikið áhorf og það er nánast að einhver fyrirtæki sé bara farin að hafa samband með fyrrabræð, sko, vilja koma sér að, sko. Til þessi leikurinn gerður og við erum mjög ánægð með það sem að við erum líka, sko úrslitakeppnin í íslensku körfubolta. Bara þjóðin fer bara á hvolf. Fer á hvolf og þetta hefur alltaf verið frábærlega gert í Stöðusport. Svalinn alltaf búinn að krydda þetta bara nýju líf og hans hlutur bara risastór í þessu að bara koma og glæða þessu þú veist, bara svona búin að setja í nýjan búning fyrir þjóðina þannig að úrslitakeppnin alltaf verið stór og svo komum við þarna inn og það sem svo gaman, það er fullt af fólki sem horfir meira úrslitakeppnina en deildakeppnina og ég myndi segja svona stærstu leikirnir þá bara einhvern veginn, það bara allt stopp í þjóðfélaginu, finnst mér það er bara þannig og allir einhvern veginn að pæla í okkur að fara miklu meiri viðbrögð við þessum stóru úrslitakeppnisleikjum heldur en svona venjulegum deildaþáttum sem bara mjög eðlilegt. Það er svo gott, ef við erum búin að fá allt tímabilið til þess að negla tempónu okkur í gang, þannig að við erum alveg í þvílíkri æfingu í úrslitakeppni. Þannig að það hentar okkur líka mjög. Það væri aðeins verra ef öll þjóðin væri að horfa bara á byrjunina, það var svona ef einhvers staðar mistök þá var það byrjun. Þannig að það er gaman, þetta er búið að vera rosa skemmtilegt ævintýri og maður vona bara að Karvan hafi stækkað. Við vitum alveg það er ekkert að vona, hún hefur bara stækkað og við vitum alveg, við erum bara hlekkur í þessu, við erum ekkert stærri en eitthvað að ég meina eins og Karvan.is er líka búin að vera að sinna grasrótinni, skilur eins og núna. Það væri ekkert hægt að gera þetta nema að væri Karvan.is, það væri ekkert hægt að gera þetta nema félögin væri tilbúin að vinna eins og með okkur og KKÍ, eins og núna, þú veist, í úrslitakeppninni við erum með palla miður gólfinu, þú veist, þetta hefur áhrif á uppbytun leikmanna. Þú veist, það er bara tilbúið að spila með, þegar þið vita að þetta er gott TV, þú veist, eins og þegar við gerum þetta dómara einslag fyrir einhverjum 4 árum, 3 árum og vorum inn á vellinu með mikrofónuna í Keflavík Tindastól og gátum sýnt hvernig kerfin urðu til og hvað gerðist og bla bla. Þú veist, þetta er bara því að félögin eru tilbúin að vera með okkur og svo kannski kemur einhver annar þáttur einhver tíma sem að gera þetta öðruvísi og þá er það bara, þannig að við erum bara svona partur af þróuninni og það sem við höfum líka er rosalega virkið aðdáend eða þú veist áhorfendur sem að senda okkur pælingar og oft eru það pælingar sem við getum notað þannig að þetta er bara fjölskylda stendur saman og stundum upplifa félögum svo að við sem að móti þeim eða eitthvað svoleiðis
það aldrei þannig að við viljum einhverju lið gangi illa eða vel eða eitthvað svoleiðis, bara hlutin og það líka svo fínt að segja frá því að þú veist eins og þegar maður horfir á alla leikina eins og við gerum þá ég alltaf svona leika mér að því í tímabili að gera svona topp 5 leikmenn sem var í mínu uppáhaldsliði þegar þú sogast alltaf að einhvern leikmennum minn á vellinum eins og uppáhaldsleikmennum minn frá því að ég byrjaði að horfa á þessa leiki og byrjaði með Dómur Skörblöldkvöld Davíð Arnar Ágústsson í Þór Þórðarsson Dabbi Kóngur bara því að ég elska hvað hann leikur miklu orku í leikin þú veist, það ekkert eins og hann bestur skilur, það bara því að þetta gaur og hann var þú veist, hann var ekkert eitthvað í besta forminu fyrir einhverjum árum, nú var hann bara í top shape skilur, það svona leikmenn sem maður svona þú veist, og bara svona laðast að ákveðnum, þannig að ég alltaf að leika með svona top 5 lið yfir hvert tímabil sem ég svona hendi kannski inn á spjalli hjá strákunum eða eitthvað, bara svona leikmenn sem maður einhvern veginn eins og Bjössi Kristjáns eða þú veist, skærir að vera leikmenn sem eru svona ekki kannski stærsti stjörnunar sigla hans undir allar en svona og maður bara elskar að horfa á það þannig að þetta er það er búið að vera ógeðslega gaman og gaman að við séum að byrja aftur ég er í skinninu, það er einhverjur það er 2 vikur ánglegu við byrjum að heita þetta var að steytast í það bara gaman að þú ert að heldur betur við erum komin í 45 mínútur Shit, ég ára að holna fund var þetta þitt takmark að slá metið það, tímametið það? Greinilega var þetta tímamett Er þetta tímamett? Ég er með 3 fundabóð í símanum En rétt í lokin verða þess að spyrja út í þú ert náttúrulega DJ eða varst DJ er það ekki? Ég var rappari Þú varst rappari ekki tælit DJ bara rappari og hvað er að frétta þeim ferli? Það er bara ég kannski ég er að reyna að semja stuðningsmann fyrir Álftanes það gengur ekki vel ég er bara þú veist stundum kemur andinn yfir mig, við gerum einn útvarpsþátt ég, Egill og Hjörvar í sumar bara svona one-off þátt þá langaði mig að semja eitt rapp erindi og ég gerði það og það, þú veist, ég sá að það var komið einhverja slattaspilanir á vísi, einhverja 1000 skilur, það er bara gaman Ef ekki enda þetta bara hérna á vinnu, kemur ekki andinn bara yfir núna og rappar inn í Nei og þetta er spennið tímið það Herðu, bara takk kærlega fyrir spjallið Sippaspjall, yes. Karan.is